Boom, hjami.net og fótbolta.net. Velkomnir, það líka veislan. Það er búin að sjá þetta? Þetta rosalegt. Það pakkar til ykkar. Þið fáðu að opna hérna eftir. Það svona. Epic að gefa smá pakka. Það gaman að sjá hvað í þessu. Það eitthvað þungt. Naflin, velkomin að fætur. Akkur bjóð mér eitthvað velkomin á fætur. Ég er búin að vera fótum sér átt í morgun. Hann vaknaði í Keflavík sko. Hann er búin að gunna brautina. Það brautina. saga sem við ætlum ekki að segja hérna. Nei. Það gekk nú ýmislegt á. Fótboltaþáttur. Tölum við boltan. Ég heyr ekkert í... Hvað varst að gera í Keflavík? Ég var skemmt í ger. Pubquiz. Pubquiz? Já, ég guggaði gummibót. Já, þau eru nýjasta ofurparið. Það ofurparið nýja. Það var gist. Hvað þarf að borga fyrir svoleiðis? Já, það er alveg slatti. Er það ekki? Þú átti fyrir bensin frá Keflavík? Já, enda tróðfylltu við salin. Er það ekki? Já. Bolli, hvað varst þú að gera í gærkvöldi? Herri, ég var að veislustýrja á þottgeverk og með uppistand út í bæ og bara líf og fjör. Svo tók ég eitt öl sem fór heim, tók eitt síðan Víking Giltan. Kona heit sofnuð. sturta, nei, hún var úti. Heit sturta? Já, heit sturta aðeins að mikið Það er svo skrítið að taka fram að þessi heit sturta. Strákar, ég er með vöðvabólgu og er illa fyrir kallaðar í desember. Þannig að ég er bara heit sturta, Víking síður, giltur og svo bara bett. Akkur tekur alltaf fram að sturtan sé heit? Nei, hún var ekstra heit. Það var svona jólaheit og það var bara sjóðandi. Herðu, við ætlum að láta ykkur vita á tjattinu. Þið sem eru hvar sem þið eru á tjattinu, hendið okkur, við fáum að sjá allt hérna. Og við ætlum að gefa, eins og við gerum síðast, við gáum ykkur 200-300 € síðast, eða 400 €. Já, við líka seðlan þessi duttu. Seðlan duttu líka. Sá sameiginli. Já, Mækari, þú varst úti í gærkvöldi og það var einhver saga það að þú kemur ekki heim. Þú kemur ekki hingað. Hver er með þessu? Já, nafli var eitthvað að segja það að þú myndir aldrei koma. Ég hef aldrei búið mig í eitt eða neitt á þess að mæta. Já, ég sagði líka. Og alltaf var rétt, þetta var ég komin þetta eina myndi allir. Já. Og náður þessu. Þurfti svo að bíða þetta í hvað 4 mínútur eftir að setja á start hana. Ég beðist ekki að koma 5 mínútur sér. Ég er alltaf rétt. Jú. Þannig að það er ekkit vesen en talandum sko síðustu helgi, ég var náttúrulega on fire hérna í síðustu helgi og svo klikkaði muniði, hvað var það þarna? Einu á hotni þarna sem við vantaði, var ekki í síðustu helgi? Það var hérna Chelsea Arsenal. Þú varst yfir 6,5. Já, það var á sjöttu hotni kom á 50.70 mínútu. Það var eina sem vantaði í betbildir. Svo ekki söguna meir. Þetta er samt alveg ótrúlegt. Ég sett ykkur bara í eins og í gærkvöldi. Þá var ég með... Það er selvlega einu fleiri sko. Ég var með gjörsamlega í lás að Middlesbrough myndi vinna Hull City. Ég var bara gjörsamlega í lás. Ég var með undir 10,5 hot, allt klárt. Ég var með yfir 1,5 mörk í fyrir áleik, allt klárt. Svo erum við yfir 3,5 spjöld og kom 1 spjöld held ég. Nei, en er þetta ekki enn og aftur spjöldin að klikka þau? Ég er búin að segja það, sleppa spjöldin. Alls ekki, heldur betur, við getum nú sagt ykkur það. Það gekk nú vel ekki síðast hjá okkur. Sá Klóki datt. Pílan datt. Og náttúrulega stærsti seðlinn datt sem var bústaður upp. Og basically datt þetta hjá mér. Þetta 7. hot skildi ekki að komið. Það datt náttúrulega ekki, það datt ekki. Ég sko, ef þetta er Ég er að fara að horfa leikinn aftur og ég mun finna 7. hot. Við ætlum að kíkja örstuðt á hérna Hjamman. Þetta er svona í byrjun þáttar. Það er bara 101 sem ná þessu. Og þetta er seðil sem við settum saman og þannig erum við með Arsenal bæðilis og erum búin að bústa nú 17,59 í 20. Það er rosalega. Og þetta er einungis Epic Bet og þetta er Hjammin og það er alltaf vel Arsenal bæðilis skora. Já, hver á með þetta? Máli er þetta svolítið vond sko þegar við komum við 4. manninn einn, sama hvort það er. Sem hafa ekkert sérstaklega mikið vita á þá er þetta náttúrulega líklega að þetta ekki segir sér sjálf ég Aston Villa bæðilega skora en ég sé ekki Aston Villa skora og hvað var hann með þarna litli kallin Newcastle Burnley er ekkert að vara að skora það er bara til að segðilega selin ég skil ekki Newcastle Burnley bæðilega skora já það finnst mér klókt Ég mæli með í næsta þætti verðum við með litla Hjamman þar sem að Mike og Hjam eru bara með litla Hjamman Heyrðu, við getum náttúrulega haft eins og í fótboltaæfingum gamlir á móti ungum það er bara reyndar er sko það væri gaman en Hjammin náttúrulega ætlar ekki að mæta í næstu Ungir unnu ekki oft á en þeir myndi aldrei vinna þetta Strákar Þetta er seðillinn Ég held mig við sama og í síðustu 2 seðlum þessi City leikir það verið yfir 1 marki fyrir áleik það datt náttúrulega síðast af hverju að hætta því sem virkar akkurat ég er með Tottenham yfir 1,5 mörk
Þannig að þetta Já, góður þú er náttúrulega sko Það hættu með þetta tilfinningaklám. Þetta skemmtilegt. Sammála Þetta getur orðið okkur að falli. Strákar, við ætlum að fara eftir fótmopp-röðinni eins og við gerum alltaf hérna á nema ég ætla að býða aðeins með Aston Villa Arsenal og við erum svona, við ætlum að fá byrjunlegin en fyrir maður Bournemouth Chelsea strákar, fyrsti leikur í dag Bournemouth Chelsea Mækari, hvað er þetta að sjá þetta er Ég veit ekki hvað að sjá Nei, þetta er smá snúin leikur En ég held að ef að Chelsea og ég held að Chelsea mæti með sitt besta liðinaleik það þýðir hvíldu náttúrulega eiginlega hvíldu rúmlega hálfbyrjunlið á móti Leeds og fór illa þeir segir okkur bara það þeir bara hafa ekkert efn á því Nei, nú, hvað segir þú í banni líka hann ekki komin inn núna? Nei, hann ennþá í banni Er það? Já Nú, okkur vildi Rikki G meina að vera komin Rikki G er nú kannski ekki með grindæðistölur endar Nei, hann í leikbanni Já, en Rhys James Fofana Pedro Neto og fleiri voru ekki í liðinu síðasta leik þegar ég kom inn þá held ég að vinna þetta en ég skítrættu við hann leik ég ætla að láta það leika eiga sig Bournemouth vann síðast leik 27. október Já, svo er það líka En er þetta ekki, sko, ég er mikið djafntöflismadur það er x-likt af þessu, sko X-likt af þessu og það er líka valjú Það er valjú Ég held ég fari það 74 En Chelsea er ólíkita 12 Nafli Já, mér finnst 2-3 á Chelsea vel boðið þeir eru hérna 2-2 eins og Mike sagði, þeir kvildu hálfliðið í meiri viku núna og eru þetta bara gerð á bitan þar, þú eru að kvitta fyrir það það er líka 2 í banni hjá Bournemouth gerð á bitan Gerð á bitan, þetta er alveg setning Þetta var notað Ég var að segja, Þetta var gæðvægt Þú mátt stela hún Það er að stela þessum Já, Chelsea bara lokuð því, bara Chelsea er að fara að vinna leik 1-3 Chelsea tekur þetta 1-3 Ok, easy Þetta peasy er geggjaði stuðl á Chelsea Þetta er Ég meina, titilbarðan er náttúrulega eiginlega farin frá þeim en ef þeir tapa þessum leika þá, eða vinni kjænleika þá er þetta endalega farin Strákar, það var ungu maður sem sett inn Arnar Freyr 1994 held ég sem tók stuðul hérna í beinni síðast 19,94 og hann datt Já það var vel gert, hann sett hann inn og það var, ég hefði gaman að þessu hann sendið mér skilabóð síðan á Var það frá okkur eða frá Nei, honum hann bara bara bjóð hann til bara hvernig líst ykkur að þennan eða eitthvað, ég manni hvernig það var akkurat deildunum með okkur það var bara skemmtilegt, þannig að það er gaman að þessu sko Það var vel gert Sko, endilega verið duglega að kommenta að gera, við erum með nýtt það er nýtt þetta er aldrei verið gert á Íslandi þetta er alveg fáránlegt, enn og aftur erum að koma með einhverja byltingu á íslensku Á Íslandi? Já, þetta bara ekki fórseta þetta er það stórt þetta heitir, á ensku heitir þetta Napster Table í horse racing, í hestaveðraðum í Bretlandi, þá eru alltaf svona pönditar sem koma og þau velja einn sem stá deginum, einn hest sem getur unnið við ætlum að velja eitt lið í fyrstu umferðinni núna sem þið veljið bara allir eitt lið sem getur unnið nema hvað að við setjum alltaf undir 10 evrur þannig að ef þú tekur stuður upp á 1,6 þá ert þú 6 evrur upp eða liðið vinnur ef þú tapar þá tapar 10 eurum þá ertu mínus 10 skilur hvað við? Þú ert ekki að útskýra fyrir hvernig veðmál virkar Nei, ég er bara að segja hvernig deildi virkar Já, förum yfir þetta þáttin Nei, þetta verður að vera hreinu Þú bara kemur bara með leikinn og við erum búin að bæta inn Bullish Media þeir ætla líka að vera með í þessu og Siggi Sörens þetta er svona bakhjarna Er bara efstasæti eða neðstasæti? Og svo er eitt í þessu að efstasæti, það eru velum fyrir þá Hvað er velun? Það kemur í ljós að það verður að vinna í því Það er alveg velun Þannig að hérna, þetta verður 10 evrur eitthvað Þetta er í fyrsta sinn á Íslandi og ég ætla bara að fá frá ykkur sjáum þetta henn á skjánum liðin sér þið völdu í þessa fyrstu umferð og þetta er tippleikir þú veist, það er bara eitthvað, já, mér nýjur eftir þessi umferðina en þannig er dagsíli með það sem þetta gæti gerst ég geti verið 50 evrum yfir mækarunum í lokaumferðinni mækarinn getur tekið Wolves-vinnur Aston Villa útivill eitthvað svona til að reyna að ná mér það er stöðunum 6 eða eitthvað leika sko. Svona eins og þetta ég hendi punktum á borðið og er með hæsta stöðurinn í fyrsta nafnstennum það er heiður Þetta er ekki en okkur vantar reyndar var ég með sko Brentford myndi vinna 0-2 það var 18 stöður sko. Nei, það er ekki, við erum ekki með korrekt skor Það er ekki korrekt skor Það er bara Ef þú vilt gera það, þú vantar alveg að gera það Það er bara með mínus 1,5 En sko, þið dreymd þetta Þið dreymdi þetta Þú sagðir okkur 0-2 Ég sé ekki dönsku mælandi þjálfara Tottenham eða breykið þetta Þú ert berðdreyminn Sko, við þurfum að gera Nei, ég skal bara hafa þetta svona Strákar, það sem við þurfum að gera og það stendur hann að Napster spurningaverki Við ætlum að fá tjatti til að velja besta nafnið og ef nafnið dettur
í dag, Já. 100 eurur. Besta nafni. Já, nafnið á þessum leik. Við viljum nýtt nafn, við viljum ekki Napster nota sem Napster sagt, þetta er horse racing slang sko. Þannig að þetta er svona nap of the day. En við Akkur kemur á óvart að Sören sé á 1.54 og við setjum á bæinn munn hérna vinni. Þetta er alveg glata sko. En sjáu ég hvað ég er að gera? Ég er að taka fórstuna strax. Nú? Ég er að taka fórstuna strax. Af hverju? Ég er með 3.50, ég er með hæðst. Nei, ég er með 3.87. Já, þú er með 3.87. En leikurinn verður líka að ganga upp, eða ekki? Þú verður leikurinn verður að detta. Nafninu með hvað? Ég er með að PSG taki Rens. Já, á heimavelli. Ég var ekki bara að sjá þetta. Það er bara hann. Er það möguleiki? Hann má alveg gera það. Ég veit, en er það möguleiki að þeir vinni Rens á heimavelli? Já, ég hallast að því. Þetta er skemmtilega leikur og þetta útskýrist kannski aðeins þegar það kemur líka fyrir maður nær dregur. Já, ég skal viðurkenna það. Ég skildi ekki endilega hvert þú varst að vara með þessu. Þeir fara mótið mér, Búlis fara mótið mækarinn. Já, það er bara svo það er. Stæð fyrir að vera alltaf með einhverja tippkeppni þá ertu komið með actually þú ert að vinna í stöðlunum. Ok, strákar, þetta er geggjað. Þetta er í fyrsta skipti í sögunni eins og svo ofta áður. Þetta er skemmtilegt. Það er gaman að PSG myndi taka Rens á heima. Það eru nöfn að detta inn. Big Six. Einfalt og gott. Baráttunum brauð. Baráttunum brauð. Herðu, strax Big Six. Wow. Big Six. Þetta eru góð nöfn. Já, samlega það. Kjósum þetta eftir. Við erum alltaf með Sören satt inni. Já. Sörins er flottur. Everton Nottingham Forest. Big Six, hann har aldrei verið Big Six. Everton. Þeir vinna. Það er svolítið. Já, ég bara hefur rosalega trú á Moisarunum. Þetta var, sko, ég slippið aðeins þetta móti Newcastle síðast. Vinna síðan, útileika móti Bournemouth. Já, 1-0. Búin að vinna hana 2 útileikir United og Bournemouth. Nú taka þær heimaleik. Ég bara held að þeir eru bara, held ég, verða bara klárir í top 10 í vor, sko. Þeir vinna hann leik. Sean Dice að mæta Everton. Er þetta ekki jafntefli? Ég held að sé ekta 1-1 leikur. Ekta 1 leikur og þá ertu með 3-32 á því. Freistandi. Það er freistandi. Bara alls ekki freistandi, sko. Og þannig að, Þetta er svona ekta bæðilið sá. Ég er búin að setja þetta með ykkur Nei, það er ekki sátt. núna í kannski einhverja 11 klukkutíma eða eitthvað og þið eru alltaf með þetta er alveg bara þetta er bara 100% þetta er bara lesið eitthvað 1-1 og lesið eitthvað við erum að fá hann eins og viljum hafa en svo er þetta bara ekki þannig sko en ég ætla að vera sammála Maggi þetta er lesið 1-1 þetta er bara ekta 1-1 af hverju? Það er bara að það gerðist einhver tíma Sean Dice að koma tilbaka þetta er frekar bara 2-0 eða 0-2 2-0 eða 0-2 þetta er eitthvað slags ég sett á Nottingham Everton vinnur þennan leik ég hef með Mike þarna ég er líka liðan á hann og ég þóra ekki á rósumál nei ég held að Everton kláður þetta ég segi 1-1 það er bara lesið 1-1 ég er Nottingham Forest þarna strákar það er verið að endilega kommenti á nafni að komið þetta nokkuð góð nöfn Sexy Sex það er svolítið sérstætt sko Sexy Sex það er bara Mike stæðal það er sexannars Mike það er Mike síðlinn ég náðu einhver 6 núna náður ekki anskotin það er með 6.50 strákar þetta er rosalegt svo fyrir við næsta leik strákar það er City Sunderland City Heyrðu, þetta er þetta ríkala gott tweet sem var að detta henni Fríðurinn hjá Þetta verður briljant maður Kári Snædal Sáu þetta í gær Já, þetta var tjúðlega gána að horfa þetta maður Ég sá þetta sko, hann byrjaði kl. 5 Það mátt vera lengri aðdragandi Aðeins, hann byrjaði 18:28 drátturinn Það var ekki nema 88 mínútur beisli Trump Hvað er í gangi? Ég er nú ekki eins og bara kíkja alveg lágkvæmt þetta var dreigið Nei, ég ekki svo sér riðlana Króatía voru saman Þetta var geðveitt sko Argentína og Austurríki menn eru svona eitthvað að hafa áhyggjur á því Nú Það er eitthvað tengingar, ég fer ekki nánu út Já, Argentína og Austurríki Það er svo djúpt, já Svona nazista dótt Ég sá bara Twitter, ég var ekki að halda fyrir þessu Er hjá mig hættur að taka venjulegar æfingar og tekur bara aukaðingar? Já, maður er svolítið í því núna Ekki? Já, það er eins og það er Það séðast Það gera þetta vel Ég finnst alltaf gaman þegar ég fer að fara í hádegismat eða eitthvað svona á daginn og kíkja eins og Símon hefur við tíma og sér að hjá mig búin að vera ræktinni sko. Ég hef alltaf gaman að þessu rugli sko. Svo er bara snikkis og Red Bull beint á eftir Já, sýndamennskan, hún hættir aldrei Hann er búin að parkera rósbísamlökunni og snikkisinu ekki Höldum okkur fókusstrákar á það sem okkur er borgað Herru, City Sunderland, þetta er bara Þetta er rosalega leikur Já, þetta er bara auðvitað á bara City að vinna þetta 3-0 en málega það hvað er bara að gerast þessu tveim leikjum
Já. Og hvenær fer þetta þannig að City að þeir tapa stigum á þessu bulli sem þeir eru búin að rí. Þeir eru búin að fá sig 6 mörk á móti Leeds og Sunderland. Ekki Leeds og Sunderland? Nei, Leeds og Leeds og Fulham. Og veist, 5-1 yfir á móti Fulham. Geggjaðir í þeim leik fyrsta klukkutíman, geggjaðir, svo bara gerist eitthvað. Ég er harður þarna. Ég segi 1-2 fyrir Sunderland. Kom með þetta þættinu mínum í gær, ég ætla ekki að breyta þótt ég er búin að sofa aðeins. Ég held bara að þeir bara muni slippa í dag, City. Þetta dettur. Ég er bara búin að sjá það í síðust 2 leikjum. Ég vona að þetta detti ekki, trúiði mér. Getur við séð aðeins hvað stuðullin er á að Sunderland vinni 11,4 Það sem ég er að velta fyrir mér, það væri bara gaman að sjá til að eiga. Korrekt, rétt úrslit Sunderland City. Það væri bara gaman að sjá það. 1-2. Já, bara 1-2, bara svona, en meður að leita á því, Napoli, hvernig fer þetta? City vinnur þetta, ég held að þeir eru að fara keiri yfir þetta fyrir svona 3-1 fyrir City. Þeir fara ekkert á Anfield og svo City bara verður að vinna innan leik. Já, þeir verða sko, ég veit allt það sko, en málið er þetta stundið bara gerist ekki að 9:52. Nei, Sunderland 2-1. Það er hann lengst niðri sko. Það er 36. Dreymdi þér þetta? Nei, ég get ekki lofið því ég var að segja þetta líka í hádeginu í gær kannski dreymdi mér þetta kvöldi en ég held að hérna bara Sunderland, ég menna þeir voru einu sparki eða bara eitthvað börgum frá TSA og bara basically lélegt hjá þessum Ísidór að skora ekki hann í restina. Þetta var ekki eitthvað svaka björgum frá hann var ekki svona komin á línuna boltinn sko. Það bara verið aðeins yfir Þeir voru stáðhættir samt að fá þetta X í heildina sko. Já, en það er á bara að fara 1-2 og málið er Sunderland er bara grjótarðir og City bara, þeir spila bara eitthvað varnarleik. Sunderland er líka á þeim stað núna, það er bara döð að drepast fyrir áramót. Þeir eru alltaf að fara þannig í janúar. Já, þeir eru að fá bara eitthvað málarlega. Það fara 8 leikmenn. 8 leikmenn? 8 leikmenn? Já, ég veit ekki hvað er margir í byrjunni. Nei, 3-4 í byrjunni. Já, það er sama, það er bara 8 leikmenn. Það er mikið, en þeir eru bara öflugir og ég held að, þú veist, þetta er þetta náttúrulega mjög óvænt Sunderland, ef að menn ætla að vera í einhverjum 1x2 leikjum helgina. Takið þá 100 milljónir þarna. 100 milljónir? Mægari. Nei, Napoli. Já, ég er bara að segja City er að vinna. City vinnur, öruglega. City vinnur þetta 3-4-0, þetta verður ekkert eitthvað. Nei. Þetta er einhver halla hipster spá þarna hjá Mægari. 1-2. Östut, Sunderland er að vinna. Það er allt annar. Það er hann hérna, það er hinn karakterinn. Já. Þetta var svo langt síðan. Blössur. Bjössi Östut. Það er Newcastle Burnley, þarna náttúrulega er naflinn á bóttímdu skor. Já. Þetta verður leikur greinlega. Sko, naflinn, ég sé ekki. Ég verði að heyra þau rök frá naflan. Akkur skora Burnley í þessu leik? Bara því Antoni er örugglega að fara að setja hann. Ég myndir svona ef einhverjum. Hver? Er þetta bara United tenging eitthvað? Nei, ég er ekki að tala um spinnurinn. Nei, ég veit það. Já. Nei, ég ert ekki að tala um, nei. Antoni? Já, var hann ekki... En skiptir ekki Nei, Jadon Antoni. Já, en það skiptir ekki öllu. Antoni er betri sko. Nei, ég veit það ekki hann. Já, en akkur eru að tala um Newcastle bara sem eitthvað rosa hrotta varnarlið og sé bara eitthvað að fara að halda hreinu eins og ekki tjæðilega. Já. Það er ekki boltinn, það er ekkert alveg rétt. Bæðileg skora er ekkert vitlaust. Já. Jú, það er enda mjög vitlaust. Ég sé þetta og Tottenham dæmið í sammelega er eina sem geti klikkað sko. Já, ég held sko einhvern veginn að þetta væri þannig að við ætlum að taka sko þennan siðil, þennan sammeila, þennan hjamma það væri svona smá líklegt og svo er það bústaður. Þarna fannst mér að alveg fara með þetta með þessu Burnley geti alltaf skorað 1 mark. Það geti allir skorað mark í fótbolta. Já, sko Burnley hafa skorað 15 mörk í 14 leikjum. Já, þá geti skorað 1 í þessum. Þá er 16 í 15. Þá er naflinn stóri sigurveri. Nei, ég meina sé ekki getur Newcastle klúra. Þeir eru búin að skora í öllu leikjum basically með við 12 Já. Þetta er hvað ætlaði að gera í því? Ég held þetta verði bara easy win Newcastle 2-3-0. Mínus 2,5 Newcastle. Nei, rólegur. Mínus 2,5. Þeir vinna með... Getur við séð það? Mínus 2,5 Newcastle. Við erum að... Þetta er að þróast í eitthvað seðil hérna. Þetta er að þróast í eitthvað seðil. Gæti það verið? Já. Það er alveg áhugavert að sjá allavega hvað er bjóð upp á mínus 2,5. Já. Það er loka fyrir það augnablikinu. Nei, þeir bjóða ekki.
Út af hverju ekki? Og það ólíklegt. Þetta bara ólíklegt. Nei. Jú. Nei, ok. Það er 3,3 Það er ekki líklegt sko. 3,31. Já, Það er alveg valjú. Grass er heima og svona. Nei, bjóðum þetta ekki. Það er Grass er ólíklegt. þú fær ekki að Ég setja segi ykkur í gær samt maður. Hvað? Og ég segi ykkur eitt rosalega í gær. Ég var eiginlega bara skamman. Ég veit það ekki að honum að kenna. Í gær var þessi leikur hann, Höll Middlesbrough. Og Hann situr í þér þessi leikur. Já, ég var búin að liggja yfir hann. Skoða hann og skoða. Svo er ég að skoða hverju frammi hjá Middlesbrough. Ég vissi að Middlesbrough var að fara að vinna hann að fucking leik. Og ég sé hann að David Strelec hann hjá Slovaki. Hann er frammi. Slovakar umspili, nýbúið að draga í HM, það er verið að, hann er búin að horfa á þetta. Eru þeir í umspilinu? Já, með þetta Bosníu-Hercegovinu. Hann er búin að spila þessa leiki. Já, því umspilið hérna í Evrópu. Já. Auðvitað skora hann að fyrsta markið. Þannig ég fer, hann er ekki. Fann hann ekki. Það er stundu sem það gerist. Það er bara eitthvað, bara hefur gerst. Það bara var ekki. En ég fann hann ekki. Þannig að ég fór í og setti að Whittaker myndi, það er svolítið sniðut, þú getur farið í Whittaker annarkvort með stóðsendingu eða mark. Já, það er skemmtilegt. Og Plymouth Argyle hérna hitti hann Whittaker. Og ég setti annarkvort stóðsendingu mark. Plymouth Argyle, já, hann er geggjaður. Og hann kemur auðvitað með stóðsendingu. Það ekki? Jú, í fyrri hálfleik. Og svo var ég með annan. Og skoraði gæinn sem var ekki? Já, hann skoraði fyrsta markið. Nei, Já. En ég var með Whittaker, það var eina sem ég fekk, þú veist, ég var ekki með. En þetta er ekki eftir að skýringa þér. Nei, þetta er bara, þú heyrir þetta dags, þetta er bara ríkala svekkandi. Ég fann hann ekki, þetta var bara mist. En ég var nú með bett í gær, sko, sem ég var nú að reyna að senda á okkur, ég fekk nú ekki rosalega svörum við þessu, en við erum ekki svona djúpir í körfinni. Nei, ég var að gera annað. Já, ekki vera að gera annað þegar ég er að senda svona. Ég setti nú bara á þetta. Hjálmar Stefánsson yfir 3 stig. 1.91. Grassagildran klikkaði hann þarna yfir 3 stig. Ég myndi skora 4 stig í korfuboltaleik ef ég fæði að spila eitthvað sko. Þetta er 2 lay-up. Það var gaman. Það voru allir á bettinu. Sýnið þetta, þetta er rosalega. Sýnum þetta, þetta er úr spjallin okkar. Guys, Hjálmar Stef, er hann að geta spilað í val? Grassagildra á bettinu. Svo svaraði enginn. Takk fyrir skjótsvör. Svo kemur, búin að setja á Hjálmar, samt ekki Jóhannesson. Jóhannesson? Ég er Jóhannsson. Ég hef sagt Jóhannesson. Hann að sögða á hjálmanum heima. Ertu ekki að fokki mér það? Ertu Jóhannsson? Já. Ég kallaði Jóhannesson bara alltaf. Nei, Jóhannsson, já, ég veit það. Þetta er guldspjald á ykkur. Ég datt á, ég misti mig eða. En herru, ég setti náttúrulega Álftanes með. Já, Álftanes skemmti alla selana mína líka. Sendur á KJ það? Nei, ég sendi á Alfreds. Hann spurði hvort ég væri orðin, ég ætla ekki svona nota orðin sko. Nei. En ég held nú að hann ætti kannski að setja orðin sjálfur að sig og þeir þurfa eitthvað að skoða sín málaðum. Já, það er allt í steik það er allt í mólum hann á Álftanes. Ég held að þeir myndir. Þetta var ekkit eðlilega pirrandi að missa þetta Hjálmar Stefánsson. Því að það voru allir yfir 15,5, yfir 17,5, svo sá ég bara 1 yfir 3,5. Þessi gæði á landsleiki sko. Já, hann er frábær, nafni, frábær. Já. En ég setti ekki Jóhansson, hann hefði trúlega ekki skorað 4 stig, en hann var komið 60 þarna í byrjun seinna áleiks. Gaman líka Epic sé með sko leikmanna stig leikmanna í körfunni. Það er bara þetta er að gera meira því. Þetta er góð þjónustu. Allan svona fyrirfram var þetta heldur skemmtilegt. Og Grassi náttúrulega bara, allan daginn, bara sólarhringin. Já, með körfunni. Og þetta Keflvíkingar náttúrulega völduðu káir, maður var þar. Herðu, þetta er svolítið gott. Hann er bara kemur eitt er þetta að fá 3 örugga markar skora klukkan 3 í dag. Förum við það eftir. Þetta er gott. Þetta er góð spurning. Hvað heitir þessi? Sjáðu það strákar. Hlynur Orri. Hlynur Orri. 100 eurur. 100 eurur Hlynur Orra. Já, vel gert. Ég vil fá, gott að fá content í þáttinn. Já, ég rána með. Ég kann að meta þetta. Svo er náttúrulega eftir að velja besta nafnið á tippdeildinu okkar. Við erum að finna eitthvað gott nafn. Mér spara honum brauð en vera að vinna akkurat núna. Brauðið en þeir megið endilega komið fleirinu. Það er gott, hver sem var með það, finnum út af því eftir. Nafli, gerði Nafli seðil og rauðuljós í dag? Nei, ég gerði það ekki, ég setti þetta í gær. Nú er Nafli orðin fyrirmynd, þannig að það þarf að passa þetta. Já, það er í kastljós og svona. Engi seðlar á rauðuljósi eða inn í hringtorki eða neitt svoleiðis. Þetta er alltaf vandaði seðlar. Allt vandaði seðlar, tala vandað lið og leiki, Tottenham, Brentford. Byrjum að þér bolli. En ég ætla að segja að Núkastöl vinnur leik 2-1. Það voru ekki búin með hann? Jú. Ég var ekki komið með. Nei, þeir verða bara að vinna hann leik. Bæðileg skora, það er ekki okkur í því. Núkastöl vinnur þennan leik. Herðu, já, ég held að þetta verði bænabiti Tómas Frank, þessi leikur.
og þessi stuðull hann daginn í síðustu viku 15 fyrsti þjálfari verið rekinn maður hefði nú bara átt að fara á það leið Hvað er hann í dag? 1,5 Getur við kíkt á það? Það Er búið að loka? Þetta var heitt eitthvað einu síðustu helgi þeir voru svo margir en svo hafa einhverju verið að vinna leiki Er búið að loka á að betta á? Nei, bara þeir eru ekki með bjóðu ekki umfyrin í gangi Já, eru hættir opnar og glaftur í viku Já ég held að Brentford vinna þennan leik 1-2 mér finnst það líklegt Brentford vinnir að leika 1-2 já, ég held að og verður Mike Dream Mike Dream Við dreymdi þetta ekki Hann þorri ekki að vera á móti mér Ég er ánægð með það Ég er ánægð með hvað Erum við komin bara með klappstíð Ef Mækarinn sem við vitum er einstaklega næmur náungi hann er berðreiminn og hann sér hluti ef hann dreymir þetta þá ætla ég ekki fara á móti því Já, ég Maður hefur sko málega það Mér finnst bara Tottenham ekki geta rask Nei, get ekki neitt Ef eitthvað lið er lélereldur Manchester United mitt lið þá er það Tottenham sko Ég veit ekki eins og hvað leik er að spila Hvað er að gera? Hvað er að spila? Það er engi leikmann að strika Ég held að það er lært alveg svakala af Newcastle leiknum Ég held að stundum með maður bara það tengdu klubnum og félaginu að maður bara átt Hver lærið, þú eða þeir? Ég er að vona ég held að ég og Frank hafði náðu ykkur svona þannig ég held að hann hefði bara sagt já, þetta er rétt fyrir Hjálmar spilum Xavi Simons spilum hann í 10 Xavi Simons hann var aldrei að byrja hann er ömurlegur Nei, hann getur ekki þess að deild ég er alveg sammála hjá maður þar mér er alltaf til að leiða honum að byrja eitthvað hann var aldrei að byrja ég tek tilbaka, hann er bara ekki góður hann er með rosalega mikið af svipuðum leikmönnum og svona jafngóðum leikmönnum og þú getur eiginlega ekki tippað á það bara núna hvernig byrjunli og þú veist, byrjunlega á Tottenham í þessu leik sem er ekki gott það er bara mjög erfitt já, það er kannski 4-5 sem að þú ert bara veist ekki að þetta er mjög jafni leikmenn en það hefur engin eitthvað hlutverk Nafli, er þetta ekki gamla klísjan? Hann er ekki búin að finna liðið sitt er þetta ekki gamla góða klísjan? Nei, Mækari ekki kalla Nafla það verða líkar og líkari ég er ekki 1.50 1.69 ef ég var 1.69 þá var maður bara með kampaðun og vindil gaman að ná þessu 3 cm upp Já, við getum ekki að retta því En sko málið er, við getum farið saman í tennur og titling í Tyrklandi og svo brjótum við og hækkum okkur og lengjum Þetta er sant ég held bara, ég setti að Brentford myndi vinna leik Þú varst með 1-2, þú ert búin að segja Nei, ég var með 0-2 Ég segi 1-2 Þú ert með 1-2 2-2 skor 1 Nei, strákar Ég tóttir að kæst yfir þessu leik Já, þetta er leikur sem tóttir að ég setti reyndar þennan leik inn í þann klóka bara svo við vitið af því og þar var ég með mjög klókt bett en ég ætla að segja við ykkur og ég ætla ekki að gera klóka í beinni aftur ég gerði henni beinni síðast og hann datt en nú fór ég svolítið og mér langar að sýna ykkur þann klóka og því tóttir að mér inn í þeim ef ég geti fundið hann inn í rólaðutunum og það er hérna strákar, sjáu ég þetta þarna ertu með undir 1,5 mark Brentford mark í leiknum klókt já, fyrirfram skori ekki, þeir skora mestalega 1 mark Þá er spáin okkar Mike döð Nei, ekki þín, þú varst með 2-1 strákar, sjáu þetta hérna Chelsea Já, með 2-1 Brentford Chelsea skori bara skori Já, það er helviti líklegt Þetta er stuðullin eftir því Liverpool fái yfir 3,5 Það er bara gefið, þetta er flott, þetta er vel gert Þetta er mjög gott Svo kemur svo erfiði yfir 3,5 spjöld í Everton Nottingham Forest Akkurju Þetta með Fyrir kenningi strákar 2 lið sem það haldi ekki að dunni 2 lið sem er vitlaus að haldi ekki dunni hvort annað Það segir þetta eftir saman 2 lið sem er það vitlaus að þeir haldi ekki dunni hvort annað Þetta er bara Og hvað er þetta að segja? 30 hotspinnur í Aston Villa Arsenal Svo er ég með undir 12,5 hotspinna hjá Aston Villa Arsenal Já vegna þess að þessi leikur verður ekkert eitthvað búm, það er alveg rétt það verður miklu meira á miðjunni það er dættur Já, með ein spurning, ef að hérna 477% ávöxtur Það er bara geðveitt, ef fjöldi spjaldar dættur ekki þarna allar draga lærdóm á því eða myndu að halda ótrúður á Ég er eina sem ég hrættu við þarna í spjöldin Já, þið segir þetta sama, einhverjum eina sem er Já, en það er þetta gerist En það er líka eina sem er eitthvað stuðull á hana Er það ekki? Það er þetta Brentford undir 1,5 En ætla menn ekkert að fara að kynna sér rángstöðunar Það er botlið special Þú ónar það Þennan séðil getið eldin á spjallinu Það er ástæði gaman að sjá síðast Fýt séðil Það eldur nokkri klóka Ástæði gaman að sjá það Svo fekk maður skilabóð frá nokkur með takk fyrir klóka Það er svona, maður hefði gaman að þessu Það geta glatt Þú ert allir í því Já, sá klóki, þið getið fundið hann á spjallinu Þið getið fundið líka hjamman og þið getið fundið alla sérðanir á strákanum Þeir geta síðan séð eins og þið líka
hverju elta, ekki hverju þið eru heldur hvað margir elta það var ekki eftir að geta séð hverju þið Já, tekkur eldi Þú varst þú elda kallina Fara að ringja sér eftir sér Byrða afsökunar á þessu síðasta pimpinu eða segja, herði, Hvernig er þetta? Leeds Liverpool í dag? getur við skotið á mig Hálf 6 17:30 Happi á leikur sko, Þetta Leeds Liverpool ég ætla að byrja á bollan og þetta er hans leikur Já, þetta fer jættefli ég finnst líklega bara 1-1 og ég held ég sé bara nokkuð góðu mínu menn þar svona með hvernig þetta er búið að vera og Leeds þeir voru fín, náttúrulega glæsilegir í síðasta leik koma alveg fljúandi inn í þetta og Leeds Liverpool þetta er X1-1 og ert ekki að grínast með þetta Akkur ætti að vera eitthvað að grínast með þetta, Hjálmar nei, þetta er svona er þetta ekki samt þetta er Liverpool vann í síðast Liverpool var alls ekki síðast, það var 1-1 á heimavöllum undir Sunderland rétt þar síðast Já, Á þeir vinna á móti- til þeir vinna á til á en þeir móti vinni West Ham Já, og sem Það er rétt, já. var fyrir ekki að gefa sér eitthvað vestam úti Já, þeir, já. þú veist leggjast bara Unnið niður síðasta- Tommi Steindorsson búin að segja okkur að það myndi gerast Já. en þetta er bara jafntefli og það er bara svo það er og ég er bara undir að búin og mun ekki láta að hafa neina áhrif á mig sko. það er líka að vera að óska eftir spjöldum leikmanna fyrir 15-0 leikin þetta er sniðugt Já, það getur verið skemmtilegu speðill að setja í Já, samlega þannig að þú segir 1-1 1-1 Mækari, hvernig þróast það? Ég bara átta mikið á þessu Liverpool-liði sko. Ég segi alveg svo það er eitthvað verulega mikið að það Þú veist, fyrir viku síðan vildi allir reka þjálfarinn á Leeds síðan er hann búin að bara gera frábæra leika múti Manchester City það sem eru ofnar að tapa og vinna síðan Chelsea 3-1 Ótrúlegt þannig að þú veist, og þetta er þriðja leikurinn og þess að ég var að segja, í gær þetta er sko þú færð fyrir fram að þig hörðu, gamli, þú ert 3 leiki annars eftir rekin og hann man ekki alveg hvað leikir þetta eru hvað liður á að spila við? Já, já. Chelsea, City, Liverpool og það er ekki út og svo til rekin vesen en hann er búin að gera fínt og heldur því áfram í dag og ég held að hann sé ekki að fara að vera rekin Nei og mér finnst bara ég ætla bara að taka ofan fyrir Liverpool eða vinna hann leik ég er ekki að sjá það var stórt Erlendur Rót Þetta er eftir þetta allt nafli Ég skal útskýra þetta fyrir eftir hvernig það fyrir allt Já, ég hugsa líka þessi sigur Leeds í miðri viku það gaf þeim alveg svona þægilegt svona smá 1.88 nafli, ef ekki setja á það Ég var In the einmitt end. akkurat að vera að Já, koma það er inn ég á að segja. þetta skilur sigurinn hjá Leeds í miðri viku svona gaf þeim smá slaka en þá að fagna en þá fagna Liverpool náttúrulega bara þú veist ekkert gengið upp hjá þeim Ég vona svo að þeir verða að halda að harkin einhverja sigra og ég held að þetta sé akkurat leikur sem Liverpool sé að fara að vinna Það er bara Og ég er 8-8 nákvæmlega þarna finnst mér mjög vel bóðið 1-8 á Liverpool útivelli Já, mútið Leeds á móti Leeds Ég tek því hvað skiptir að hann máli hvort að Liverpool vinni þetta eða ekki Skiptir hann máli? Við viljum ná Þetta er meistaradeildina. púlari Þeir eru náttúrulega reynir meistaradildina Má ég sjá Bodli BB Má ég heldur að sjá fara í meistaradeildina að vinna þennan leik Bodli Builder Ég er bara held með liðinu Býtur, kíkjum á þetta Yfir 1,5 fjöldi marka Yfir 0,5 fyrri hálfleikur vel gert Yfir 7,5 fjöldi skota á marki leik Það er klárt Yfir 1,5 rángstæði Þannig leik erum við Og svo mun Þetta er samt svo Hvað meinar? Þetta er svo boring Af hverju er þetta boring? Þú bara segir þetta út í ég. Nei, það er tvennt sem er boring í þessu Hvað er boring? Það er rángstæðan Ekki myndi boring Nei, nei, boring ég er reynda að koma að reyða á þessum jakka og það farið því að Hörðu, ég var búin að heyra þetta frá fleirum Hann endi stutt þessi Ástæða fyrir því Ef ekki að gefa hann upp í einhvern En þættir ástæða fyrir því að Það er menn alltaf geta mikið leið og svona Og það er svo rosalega flassi Já, ég veit það Veist hvað við, þetta væri bara Hey, normal tölum boltar Að býtu, yfir einu rángstæðarleik, boring Af hverju? Hörðu, það er reyndar að við stafsendingu vellar Yfir fjöldi Nei, Nei rángstæðana Verð þú ekki að efast þetta Erum við ekki alltaf grunnskóla gegn mér Er það eitthvað? það er bettbildarinn, 5 í stöðul 5, hvað finnst ykkur? Hann hefur ekki farið yfir 6 í nokkur ár sko í sínum já, ég er alltaf Og þetta Gravenbeck skotamark já, ég er hættast við það Og svo bara á 30. mínútu kemur boltinn einhvern veginn þú veist já, og hann skýtur á mark og bara wow, ótrúlega leiðilegt. máli er, maður heldur alltaf fyrir leiki að þetta sé bestu bettin skot á mark, maður hugsaður, þú fara 90 mínútur, þá skýtur á fokki marki einu sinni, þú ert með rosalega tíma til að ná þessu betti, svo bara eru bara alltaf
80% af gaurunum sem skjóta ekkert á markið. En þessi skítur heldur Hvað er mann að gera? Já. Ég maður þegar ég var að spila fótbolta þá skjóti ég alltaf á markið. Man lít alltaf að Ég leit alltaf að. Ef þú sást markið var það skotið. Skora ekkert öllu leikjum, en ég held ég aldrei fyrir fótbolta að skjóta á markið. Þú komin í færið og það er maður í betri stöðu. En ég er hættast við það, ég held þess að rámstöður detta alltaf. Já. Fjöldi marka dettur alltaf. Ég á marka móti afturheldingu. Ég er að munna núna. Það er svolítið. Hvernig var það? Móti afturheldingu? Já, þá var ég með Álftanes. Afturheldingu var að berjast hann í Hvað er gamall hana? Og þetta Var afturheldingu að berjast í næstöðu? Þið var talað líka. 99. Þið voru að berjast þar líka. Jú. Já, með Álftanes. Og þetta var augnablik held ég. Við varum að spila út afturheldingu og Álftanes og komum augnablik. Nei, þetta var Hvert er þessi saga að fara? Þetta var brassi. Þetta var augnablik og Lalli Greta Skollótti Geggjaður. 99. Tekur við hvaða liði? Afturheldingu og Nei, 99. en hvernig varst þú? Ég er hjá augnablik. Og hvað er þetta velli? Ég er miðvörður. Álftanes off. Ertu í miðverð? Það er aukaspinna. Já. Ég leit bara að vaða. Frá miðjunanast. Það ekki? Dettur og skoppar og inn í markið. Það ekki? 1-0 Álftanes, afturhelding 0. En augnablik. En augnablik. Já, augnablik Álftanes, þetta var, þú veist, slass. Nafnilega, áttu þú eitthvað svona Áttu leikið með Álftanes? Nei, augnablik. Já, hvernig ætlaðu það með Álftanes? Og þetta var Álftanes. Þetta er bara, vá. Ég er orðin svo ringlaður. Höldum áfram, tökum næsta leik. Mér er bara að svima. Ég með ákvað svo að vita nafnilega, áttu þú ekkert marka? Ekki í meistaraflokkinni. Herðu, þessi bildir hérna. Sjáðu jakkan hann, hann fer ekki til Þessi bildir. Þessi flokkur. Ég ætla að segja. Ég fór í þessum í bæinn í gær. Já, en það heyrði ég að það var slegist. Já, við skulum ekki Það var hitti. Það er annað þáttu sem við erum með á kvöldi. Já, eftir dark. Ég ætla að segja, þessi séð eftir hérna. miðnætti. Ég var að segja, mjög þessi spennandi. Þessi var spennandi. Já, nú er þetta orðið spennandi. Nei, býtu. Draw og Chelsea. Já, ég var fyrst með Chelsea, sko. Já. Það myndi vinna. Svo hugsaði, þeir tap aldrei. Ok, byrjum á því. Fyrir hálfleikur, alltaf eitthvað Það kemur alltaf eitt mark fyrir hálfleik. Fjöldi hólspinna, það er alltaf að Í fara þessum þessu leik. leik. Já, lítill völlur. Lítill völlur, nákvæmlega sem ég hugsaði. Hólspinur. Svo er hann með þetta, Bolli, sjáðu þetta. Já. Enzo Fernandes, hann er á þessu, hann er alltaf skjótandi. Hann er alltaf í færum. Já, Gravenberg líka. Nei. Jú, hann skýtur helling. Og Semenyo er eiginlega bara, það er bara komið. Hann að þessi segið, þetta er basically komin. Mér finnst það frábær. Já. Takk. Mér finnst til hans til. Já, mér finnst það mjög flottu. Mér finnst bara svona smá skýtt hjá mig hvað hjólaðir minn og svo er þetta allt í hennu svo frábært. En þú veist, Þessi þetta var dettur alltaf. helviti góð. Nei, þetta er bara kannski meira viti í þessum seli. Þú veitur að segja að hann var í fælegur. Hann var í fælegur. Þú veit að hann var vandað til verka. Máli er, ég var með blóð á tönnunum í dag að horfa á þessa leiki og svo mun ég reyna að heyri. Nei, ég held að þetta sé rosalega flottur seðill en svo náttúrulega getur alltaf eitthvað eitt klikkað. Jú, maður þekkir það. Aðalmálið með þess að helviti skaurar, sko, þeir séu inn á vellinum, sko. Já. Við ætlum að ringja núna strákar eitt símtal en þess að það er rísa stórt að gerast þetta er svona svolítið kannski út úr þættunum en það breytir ekki því þetta er það stórt. Við höfum tekið bíluninn, við höfum alveg tekið aðra íþróttirinn. Eurovision. Eurovision náttúrulega, við getum tekið það inn þegar að liðra því en Já, tökum við þátt. Verður ekki tekið þátt á Eurovision? Stóri Já, dag. það er spurningar rúvarðin gerir í þeim. Sko, það sem er núna það er, hann er komin í það? Nei, býtu, það er nefnilega formúlan. Já, það er ekki formúlan. Það er einhverju þrír gaurar sem geta unnið. Já, Bolli, þú veist þetta. Já, Kultart, hann og Jan og Trúli, þeir eru allir í séns. Hver er þetta? Þetta er Bragi, ok. Þetta er brallinn. Bralli, ertu þetta? Yo, what's up my man? Þetta er Hjálmar hérna. Jú, Magdægin, við erum líka bara tveir hérna. Við vorum að koma úr útsendingu bara við Kristján Einar, sko. Sveittir og hugvilegir inn í stúdíóði. Sturla, stráka, þetta er eitthvað rosalegt núna. Loka dagurinn í formúlinni. Þið verðið alveg taka svona örskýringu á þetta. Sko, hjá mig, mér langar bara fyrst að segja, djúvill elska ég að þú ákveður að byrja laugardagsmorgun á að hringja í Arsenal og Chelsea mann hérna. Djöfull, það er svoleiðis, það er rosalegt, jæja. Svo sjátt á okkar allra besta bolla þarna. Já, takk. Made for TV logsins, ekki bara í útvarpi. Nei, hann er nefnilega sko málið, hann er multitalent. Herri, já, en litla helgin, þetta er semst, það er three-way fight helgina. Það geta þrír orðið heimsmeistarar á morgun. Það er rosalegt, sko, við byrjum bara örstuð, klukka hvað er þetta á morgun?
Heyrðu, keppni byrjar klukkan 1, við byrjum uppbytun á Sýnsport Viaplay þarna hálftíma fyrr og eins og Kristján segir, þeir eru 3 þarna, þetta Norris sem í ökumannssætinu, 12 stigum á undan Max Verstappen sem getur tryggt sér 5. titilinn í röð og svo Oscar Piastri dottinn í 3. sæti sko, ungi McLaren ökumæðurinn sem búinn að leiða móti nánast allt tímabilið sko. Piastri. Já. Og þetta náttúrulega í fyrsta skipti bara síðan 2010 sem við fáum svona 3-way fight í loka keppni, sko. Þannig að þetta er sögulegt. Sko, það er náttúrulega alla líkur á því að Lando Norris væntanlega að taki þetta, er það ekki? Hann á að gera það, þú veist, topp 3 dugir honum, en þú veist, það er aldrei straight forward úrslitakeppni, sko. Þetta fer svo í hausunum munum, sko, það er allt í gangi þarna. Max er náttúrulega að mæta í þessari stöðu í 5. skipti að geta orðið meistari, nema hann er þarna bara svona eins og honum hafi bara óvart verið boðið í partíið last minute, sko. Og það er hættulegt. Það er glaður að vera þarna, sko. Það er hættulegt, ef þú væri að bjóða eins og bolla last minute-in í partí og það væri bara single-gælur og þú væri þarna líka og bolli væri single, þá væri ef ég væri single, já. þá væri 1.25 á bolla, sko. Það er 2 sem eru single. Það er hann sem út að lýsa þarna. Þú býður bara ekkert bolli í þetta partí, það er mistökið sem McLaren er búin að gera. Er þetta ekki bett á Max Verstappen? Jú, ég meina af hverju ekki, hann er sko öllum blaðamannafundum og allt, hann er búinn að vera svo pollrólegur, þú veist, þeir hæru með bikarinn hliðin á sér og eitthvað, hann segir já, nú 4 svona heima mér, slepp hvað ég fæ 5. Þannig að hann verður stór hættulegur, sko, og eins og Kristján segir, þetta er náttúrulega bara feint hjá McLaren að vera að bjóða honum í partíið, sko, því að náttúrulega Max og Bolli eins og áður hefur komið fram, þeir eru líkir á velli, sko. Þetta ræðst mjög mikið núna, sko, tímatökurnar, kvali er núna á, þú veist, æfingarnar sem loka æfingarnar voru bara klárast. Bara fram núna klukkan 2. Okay. Þannig að þetta er braut sem skiptir öllu máli að vera fremstur á. En þannig að ef Lando negli það núna, þá er hann í nokkuð góðum málum. Þá er þetta allt orðið eitthvað sem, þú veist, bara gerist eitthvað óvænt í keppni á morgun, þú veist, er eitthvað frá keyra á okkur, er eitthvað þannig. Og það er alveg bara, það er inn í myndinni, þú veist, að menn missa hausinn. Ég meina, það er bara eins og í boltanum, þú er búin að setja first goal scorer og hann er ekki út eftir 4 mínútur, sko, þetta er alveg, þetta getur verið, sko. Þetta verður rosalegt. En eins og til dæmis, ég var endar eitthvað að tjekka, ég held að stöðlutinn sé ekki dottnir inn fyrir tímatökurnar ennþá, þið bara bókstaflega, við vorum að taka okkur headsetið hérna þegar þið hringdu, sko. Það er komin bara vinnir í keppninni, sko, en ekki fyrir tímatökurnar. Þannig að það er að fara að koma núna, sko, en þú veist, ef við erum að fá Norris á 2 eða eitthvað, þá held ég að maður sé að fara það í kólísan, sko, hann er hraður, þá er það bara, ertu með eða á móti höstum á hann, sko. Ég tek Verstappen, þann vonda. Já, það er gott sjálf, það er winnið, sko. Já, ég er að segja for the win, sko, ég er bara for the win. Og reynsvinni sérstaklega, held ég, sko, en það tekur alltaf vonda kallinn. Verða snimt hérna eftir klukkan 2 að gera hafa það á einum skjá þarna yfir fótboltanum. Já, við verðum í Doxon að sjálfsögðu með þetta og skiptum yfir til ykkar. Þetta verður geggjað. Takk kærlega strákar og áfram Tottenham. Áfram Tottenham. Takk. Við sjóumst. Gaman er þér. Já, helvítir hann. Ég hef aldrei séð hann en það er hann á móti. Þessi á heima í... Það voru skemmtilega. Já. Góða greiningar en ég er samt að segja ykkur að Norrisinn 1-2, hann vinnur þetta bara. Jú, en það er bara svo spennandi. Hann vinnur þetta. Já, ég tók aðeins á... Ef þú færir ekki það, farið þá í 16 frekar. Já, ég er spenntur fyrir því. Förum í sunnudaginn, það er Brighton West Ham, þetta er... Man nutar hendur. Man nutar hendur. Man vatni munnu bara. Nutar hendur. Þú nutar hræðilegu sunnudagur, sko. Því þetta er svekkjandi. Hver valdi þetta er bara fyrir þig, sko. Þetta er pjúrista sunnudagur. Hvað ert að taka? Er þið bakkelsi á meðan hún horfir? Í klukkan 2, já. Ég er öllu líkitum þarna í bakkelsi. Nabli, Brighton, West Ham. Hvernig er þetta að sjá þetta þróast? Já, West Ham náttúrulega er ennþá bleiku skýi eftir þetta jafntefli í miðri viku sem þeir kræktu í og þeir munu fylgja þessu áfram og vinna Brighton 1-2. West Ham? Já. Saman ég held.
Já, ég algjörlega þar. Ég held að Vestan Þetta skipti svolítið í tvönd þetta borð. Hjá mér búin að vera svolítið sammála í dag. Ég algjörlega þar. Og þú bara búin að vera að segja já aminu öllu sem Mike segir. Ekki nóg að heyra bara hvað Mike segir. Ég bara líkar enga vel við Mike-aran. Þetta skynsaman á ekki. Byrja á bollanum. Tökstu sambandi með því. Já. Þetta 3-0 Brighton. Þetta verður bara einfalt. Ég held að þetta verður bara svona þægilegt, svona típist Brighton að heimavelli, bara allir létti ljúfur kátir. Það öryggt lokin að áhörundum farið að fækka í stúkunni, bara svona klassískt Brighton. Já, þetta Já, ég bara Vestam alltaf aldrei að fara að vinna hann leik og hérna Jú, erum við saman að stúkunni. Ég horfði bara á Vestamlega mútið Manchester United, þetta ekkert eðlilega lélegt lið, sko. Alveg rosalega. Og Brighton náttúrulega eru Paqueta komin aftur. síður á þeim eftir þetta tapir Aston Villa voru 2-0 yfir, sko, og tapa 4 á heimavelli. Þarna var Emery, hann bara vann þetta. Það var rosalegur sigur í Aston Villa. Svo klóki. Það er ekki betur við það, en ég held að Brighton, þetta svona lið sem að, þú veist, þeir tapa ekki 2 heimaleikjum í röð, sko, og fyrir svona liðum, þannig að ég er sammála, ég held að Ég skil ekki alveg, hérna, er þetta eitthvað sem... Nei, málið það. Til eitthvað bara. Það sem er oft þetta er bara 1.59 á það, sko. Það sem er oft með þessa leiki, eins og sérstaklega... Áhverju er þetta Vestam eitthvað að vinna hennar leik? Skil það ekki. Sko, þetta er bara... Ég held ég á nafnum sem sömu tilfinningu fyrir þessu. Það er þetta jafntefli á móti United, það er eitthvað svona, þeir eru á leiðin upp, skilur hvað við? Þeir voru alltaf spilum á United og auðvitað blöðvar á vellinum, þetta voru þeir ekki verið að drekka. Nei, þeir voru ekki jafntefli á United. Þeir eru, þú veist, maður finnur þennan stíganda í að Vestamliður. Já, í sammála. Já, maður sér þetta. Finnur hann? Þegar maður horfir á leikina, ekki þegar maður er bara hérna eitthvað þegar maður horfir á leikina og sér maður þetta, sko. Ég get að lofa því að þið tapaði þessu leik, sko. Stígandi, hann verið döður bara, hvernig er þetta morgun? Hann verið döður 3 á morgun, eða hvernig sem það er. Ef Vestam vinnur þennan leik, Napoli og hjá mig, þá fer ég með ykkur á Hotel Holt út í Puristi og ég fer með ykkur í smakkseðilin. Ríkala góður. Aldrei fara að gera. Það gleypti sér. Jó. Þeir eru báðir með svona litlar hendur. Já. Hélstu að ég væri með ykkur að saka krumlu? Hvað mennur? Ég er ekkert með litla hendur. Ég unnið í fiski og ég vann á hóð. Þetta er að stækja það. Þetta mér hafði verið hleyptir í vinnslustöðuna eða verið með litlar hendur. Ég var í kössunum, sko. Þetta er skemmtilegt. Hann líka orðilegu. Herði, Brighton vinnur Vestam saman með hendunar og nafla. Ég vissi alltaf að það væri litlar. Þetta á ekki að koma á mönnum á. Það er rosa skýrt. Það er ekkert verið að benda mig með. Ég ætla að segja, hendur á honum ekkert lill. Hann er bara með meðal hendur meðan við, þú veist, aftur á móti eftir einhvern veginn. Það er ekki alveg saman hlutfall. Hvað meinar þú? Við fáum bara tjatti til að er þetta ekki hvað að ruggla þetta? Ég er sammála hjá maður, hlutfall er ekki gott. Já, það er rétt. Já, nú er hann allan daginn í dag. Það er búið að taka séðlum minn og rífa hann í sig. Þetta er að breyta sig einheltstaf. Já, þetta er bara, þú veist, Brighton Vestam, hvað er svo? Er ekki annar leikur á morgun? Við fólum Crystal Palace. Heyrðu, strákar. Vá, sjá hvað Er það á sama tíma sem leikir það? Sjáðu Bullis. Það er komið poll inn á YouTube chati þar sem við getum bara kosið Baratónu brauði, 66, stuðla glíman, böllin og borðið. Já, ég held með böllin og borðið. En það var ég með böllin og borðinu þegar ég sett á að PSG myndi vinna ranns. Þetta er skemmtilegt, þetta er á YouTube, það er komið poll þar inni. Við sjáum til það lega mönnum að velja þetta bara. Nú ætla ég að byrja, strákar, við höfum að fara í Fulham Crystal Palace, ég ætla að taka Mækari, þetta er pjúrista leikur. Já, þetta sjáðu bara stöður. Þetta er geðveitt. Þetta er bara 3-3-6 held ég. Er það? Já. Bara jættiblið, gamla góða 1-1. Já, bara 2-2-3-3-0-0, ég veit ekkert hvernig það fyrir en það er eitthvað að segja mér þetta bara liðin séu bara sátt. Gáttu þess að ekki stilt þessu upp einhvern veginn þannig að við væri með einn svona leik 16-30 sem væri aðeins meira sexy. Ég var að segja þetta á það. Ég veit það, þetta er samt svolítið kjánanett hjá þeim að þið skulle ekki hafa fært bara jafnvel Leeds Liverpool. Já, það er flottu sundarsleikur. Skjáðu við? Ég Liverpool er vant að spila á 3. daginn í Champions League. Jú, ég veit það er eitthvað svoleiðis. Nei, menn þessi sunnudagar fer ekki í sögubækur, það er ekki lofa eitthvað því en Ég verða að fá að þetta er bara erfur leikur, ég meina Everton Nottingham Forest hefur verið skemmtileg leikur hérna, sem dæmi. Nei, það er ekki. Fulham Crystal Palace. Þetta er alveg, þú veist, þetta eru lið sem að vilja spila fótbolta, þau eru að skora mörk. Gloomy Sunday 1-1, segir þú, eða hvað? Nei, 2-2. 2-2, 4 mörk. Já. Þetta er spjaldaleikur. Ég ætla að segja,
takk Birkir. Þetta yfirspjöld, yfir hotn, yfir mörk. Þetta tvölið sem nóg vitlustulega halda ekki unni hvort annað. Hvað gerist þá? Spjöldin. Já, yfir hotn og yfir mörk líka. Já. Þetta eru það vitlust, þau reyna að sækja. Þetta verður svona kaotísku leikur. Ég held að Crystal Palace vinni þetta 1-2. Já, ég hallast að út í sér þarna líka að Palace taki. Þetta náttúrulega Lundunarslagur, en þetta svo mikið darbi. Þetta leikur sem ég til að fara með ykkur á. Þetta bara getur alveg skemmtilegur leikur. Ég nokkuð klára að þetta fara í aðtefli, sko. 2-2, Bolli. 1-2 Palace. 1-3 Palace. Já, ég segi 1-1 Gloomy Sunday. Það bara þannig. 1-3 Palace? Nei, þetta var aldrei 1-3 Palace. Jú, ég búin að dæma Fúlam fellur. Jammi búin að selja fólkið það. Fúlam. Jú, það er rosalega Vestham, Fúlam. Burnley leit sleppa. Nei, Wolves og Burnley falla alltaf. Við vonum alveg innilega Svo Burnley bara spurning hvaða lið fyrir með þeim, sko. Endilega verið duglega að kommenta, við erum ennþá að henda út evrum, við erum búin að gefa ykkur hvað erum búin að gefa bara einu sinni? Já, við erum alveg 200 eurur inni. Förum í Wolves, Manchester United, það loka leikurinn í umferðinni, þetta leikur, strákar, við ætlum að byrja núna á naflanum. Já, ég ræðilegt fyrir United að fá þennan leik núna. Eftir hann ömulega leik í miðri viku á móti Vestham, þá held ég að United, ef þeir vinna ekki Wolves með 2-3 mörkum, þá bara eitthvað að. Það eitthvað Já, ég veit það, þeir verða að pakka Wolves saman, mun gera það og það sem mun satt ekki lagan inn vandamál hjá United, en þeir fara alltaf í gegnum minna leik og vinna 2-3-0. Ég málið út af því að þeir eru að mæta Wolves. Ég held að Wolves vinni þennan leik og þetta bara svona til að bara einhvern veginn kóróna allt helvitisrugli sem í gangi í United. Sorry, Ég er ekki að reyna að vera leiðilur. Já, þetta er mjög leiðilur. 4,5. Já, þetta er bara Ég seta það. Þetta United lið Wolves trúlega eina lið í þessari deild sem slakara heldur en Manchester United, þannig að það geta kannski unnið þennan leik og ég held Manchester United betri útivöll heldur en heimavelli. Mér finnst minni press á leikmönnum, mér hefur fundist í mörg ár. Mörg ár hefur fundist United vera betri, við veit að vinna 1-1 heimaleik en reynda jafngóð, 9 seti báðum heima og úti. Já, núna í ár, já en ef þú tekur undanfari 5 ár, þá eru mun fleiri útisigrar trúlega heldur en heimasigrar. Og þeir hafa náð heimasigrum í vetur, mér finnst þið bara, mér finnst þið vera afslappaður útivelli, mér finnst United spila betur útivelli, það hefur verið þannig síðustu 4-5 árin, þannig ég heldur vinnina leik. Hvað gerir það fyrir ykkur? United er búin að tapa einu leik í síðustu 8. Já, þetta er bara svo það var Everton. Já, svo jafnteflið Vestham. Sem ég var á. Já, ég veit það, en það er bara einn tapleikur. Já, mér er bara drullu sama, Það er 3-stiga reglan, 2-stiga reglan ekki ennþá, Það er 3-stiga reglan og ef það er 2-stiga reglan, þá var ég hoppandi skellilegandi, en við erum með 3-stiga regluna og jafnteflið geði ekki mikið. En United getur bara ekki, þeir tapa aldrei þessu leik. Þeir vinna alltaf hennar leik. Ég hef ekki séð Úlfarna spila í vetur. Ég ætlaði mér ekki að horfa á það. Ég þekki ég lengra. Þeir eru alvarlega liðir. Ég þekki 2 leikmenn í byrjunarliðinu. Þeir eru alvarlega liðir. Þeir áttu valla breyka móti Nottingham Forest, þannig séð. Þeir voru bara ömulegir. Nei, United hljóta að vinna. Það var færinn alltaf bara að vinna ekki leik. En er þetta ekki leikur þar sem þeir einhvern veginn svona koma saman bara, við erum að mæta United, þeir eru saman, ekki nóg að koma saman. Við getum allir 4 komið saman, við erum ekki að vinna United, En við erum allir skemmtilegur en Amorín, en við erum ekki að vinna eitthvað fótboltalið með hjamma í þessu standi og sé rektin á mótnina og nafla á leikskólanum við þurfum að þeir geta alveg komið saman þeir munu koma saman ég held að það væri rosalega þetta er hópíþrótt ég held að það komið saman og vinna United í þessu þeir eru með 2 stig þú tapar ekkert til liði sem er 2 stig ég ætla bara að vera stóri sigurinn eftir þess og eða kunna að rekna erum með 2 stig þá er ekki sensar unni leik Nei, það er bara svoleiðis. Það er ekkert flókið. Það er 2 jafntefli. Strákar, við vorum með naflan, sjáu þið hérna. Já, bildirinn, þessi er góður. Já, yfir 2,5 mörk, það er alltaf Kunja, ég held að þessi leikurinn sem Kunja er að fara að setja hann. Ertu lélegasti bettari á Íslandi? Býttu, Forgjöf, mínus 1,5 og svo Mbúmo setja 1 skot á markið. Nei, ég er ekkert búin að vera eitthvað mikið. Þú ert veislega að segja það að United vinnur en leik svona 3-0. Já, þá dettur mínus 1,5 hjá mér og mörkin detta líka. Kunja lítur að skora 1 af þessu 3 mörkum. Það ekki? Og síðan þetta er bara þvæla. Þetta
Þetta er bara þvæla. Hvað er það? Ég verð að segja alveg svo Kunni er náttúrulega alveg að detta á tíma núna og hann þarf að fara að setja Þetta á tíma? hann verður að koma mark frá honum sko. Koma Hann var tilbaka með meiðslum. ömurlegur í síðasta leik sko. Já, það voru allir ömulegir í síðasta leik. United getur alveg unnið að leik 2-0 Það getur alveg gerst Það er ekki nóg. Og MBM Það er ekki nóg. að Það skota er ekki mark. nóg að vinna 2-0. Það er að vinna 3-0. Wolves skorar Það er alltaf yfir 2-0. Wolves skorar alltaf Já, þú veist með yfir 2,5 mark. Það er helviti mikið að ganga Já, ok Já, ég verði til að fá Mike til að elta þennan sigur. Já, Ég mun eldan. Já, það er gaman að sjá Og einhver koma brjálaður Nei, ég mun eldan, svo minn ég bara fara að leggja mig sko. Býtur við, svo er eitt hérna Þetta verði að sýna ykkur, strákar Því hann er að klífa fjallið, okkar allra besti Já. Það er á degi Hann er að 2, klífa byrjaði þetta ekki á mánudaginn. Nei, þetta er bara allar dag. Þú veist, ég Hann var kominn á dag 5 Já. Nei, hei Jú, Nei, ég var á leiðin á dag 5, ég var Og leiðin komin á á dag dag 4. Já, þess vegna á dag 2 núna. Já, úr datt sér nú Og hvað þýðir það? Útskýrðu þetta fyrir hlustundum. Já, þetta er sem sagt, við erum að reyna að fá 2 eða meira í stuðul Já. á hverju degi Já. og halda alltaf áfram, skilur við. Svo í gær, þá var ég með á mínus. Nei, nú ertu byrjar aftur. Já, ég sem sagt tapaði því, AC Milan, þeir gátt ekki skorað 1 fótboltamark. Já. Þannig ég datt út, þannig ég byrjaði aftur í gær, sett á Keflavík myndi vinna KR með meira en 8 stigum. Það datt. Þannig við nú erum á degi 2. Það er Bayern bara er að reka þjálfurinn bæði vegi í korfunni og káverið. Er þetta eitthvað grín eða? Já, líka bara valið útlýtingunum fyrir þetta Linnart sem bara eitthvað djók. Er þetta eitthvað grín? Þetta er sko, ég skil. Þetta er bara, ef þú taka HK í handbóltanum líka, eitthvað Já, umræðum já, það. já, bara hérna. strákar fókus En- senda þá í burtu og fara aðeins að rætta En herðu, en ég átta mikið á þessu, þú ferðu aftur inn, Já, Já, og þá bara, þú getur farið hvenær sem er já. hvernig sem er inn, og þetta er ekkert eitthvað klárast ekkert á sunnudöfum. Nei, Nei, bara- síðan bara ef við dett út Já, þetta, ef þetta klikkar þá bara byrja ég aftur á Já, málum. Já, og Hann er hvað Bayern er það? München Það og- endar ekki næst staðar. Jú, ég þarf að komast hérna Upp á á, fjallið. Endar upp á fjallinu, upp á Já, fjallinu. hvenær? 10 dögum Já, 5, 7 og 10 Já, Þannig að ég fer inn núna á eftir, að þá er ég á þriðjudaginn í næstu viku, 16. desember, er Mækarinn komin á fjallið. Já. Ég var til að maður sjá að Mækarinn. grunnbúðir Já. en þá, já, það eru 15.000 eurur sem skiptist á milli þeirra sem eru með þá þetta, er ekki rétt Já. að mér, það er eitthvað svolítið Ég myndi aldrei nenn inn í þetta nema að fara bara beint upp á dag 10. Ég vil sjá Mækarinn reyna fyrir sér í þessu. Strákar, Ég örstuð byrja á eftir. Strákar, höldum áfram, höldum fókus þetta er geggjað Getur Flýta lokað þér. þessu líka á pílunni? Já, það er Flýta þér. pílan Já. Nei, við erum bara að halda, þetta er tempo Já, þú er stjórnæðin á þetta með. Já, við erum að halda tempo Góðu Já, stjórnæðin. takk fyrir það Pílan, Pílan. hann lendi seðillin hjá honum síðast Það lendi allt þetta síðast. Þetta var er eina rosa. hótt. Já. Þetta er eina Já, hótt. við lendum bara Við horfum saman leikin aftur og eftir og finnum hóttnið. Já. Það hljóta á að koma í 7 hótt. Ég er bara að segja það er þessi þáttur er að verða þetta eru vitringarnir 4 sko. Já. Það eru vitringarnir 4 Hérna erum við að tala. Menn vita við smikið. Já. Hvað ferðu hérna í? Sko, Nafni? það sem við erum að horfa á hérna, Pílunni í kvöld. þetta er úrslitin í pílunni. Þetta er Alexander Veigar móti Halla Íls. Þetta eru 2 bestu pílikastarinn á landinu. Já, Og, Er það ekki? Jú, og þetta er, fyrirkomulagið er sko, þetta er best of 5 sets. Nei, 3 sets eða ekki. Nei, best of 5. 5 sets? Já, það byrju best of 5 í settum og best of 5 í leggjum. Þá var þetta ekki upp í 3, þá var þetta upp í 5. Nei, þetta er upp í 3. Hæ? Já, Þetta er- best of 5, já, Já, best, já, 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 já. 5 sets getur 3, já. Já. Og best of 5 í- vinna 3. Já, Sorry. hjá mér, alveg rólur. Ég er alveg rólur Ég er bara En Það var ekki alveg róð. Það er fór hausverkast að þætti hérna En það er eitthvað sem segir mér, það sem ég ætla að taka þarna, Já. er mínus 1,5 set á Alexander Veigar. 2 í stöðul. 2 í Það var stuður. fyrsta sem ég horfði í. Ég held að, hérna, já, tvöföldum þetta svona, hendum á þetta. Kíkjum aðeins líka á specialana, því þetta er nefnilega að það er nóg í boði. Sjáum við strákar, við förum specialar. Já, special Já, þarna er ég, sko, erum við að taka 2,580. Já 1,72. Það er alltaf að fara að vera 380 í... Er það ekki borðið ansi algengt síðan á Íslandi? Jú, ég meina, Halla Egilsson með 90 í average hérna í Grindavík núna fyrir einhverjum viku síðan. Þetta er ógeðslega skemmtilegt Menn eru að vera góðir. Horfa á þetta, vera með þarna og fylgjast með naflan á línunni og Ölsen annars á það í kanti. viðtölum. Ölsen á kanti Ert þú að þetta í kvöld? Já, Ég er hann í kvöld. Þetta er geggjað tífi Ég horfi. Já, þetta er Hvað er veisla. þetta? Þetta er klukkan 8. Strákar, þetta er að glátt í kvöld Pílan að sjálfsögðu Epic Nóum að velja, specialni Sniðut að fara í specialin oft líka í enska Það er allt skemmtilegt að sjá það Á, ég farið það líka. Nei, það er bara gaman að kíkja það Strákar, byrjunliði komið upp Loksins hjá Aston Villa, Arsenal Þetta er stór leikurinn 12:30 Geðvögt. Hvað sjáu þið þarna? Hvað sjáu þið þarna? Ég sé Hvað bara. sjáum við? Ég sjá hann bara vantar helviti marga í Arsenal.
vörnina Ræsi með, Ödegaard komin aftur fyrirliðin, Saka, Mourinho Timber í miðverið Timber í Já, miðverðinu hann meittist í síðasta leik já. hann er 3 miðverði meita pælt í breytinni samt sem eru með þeir þurfa ekki ennþá að setja Kalifóri sem er nú besti miðverðin í ítalska landsliðinu í miðverðin Kalifjóari Mikið rosalega vonast að vilja vinna þetta Já, það er í Ég held að sé allir þar Merino mætti, nei ég ætla ekki að segja Það er allir með, ég meina Makin, Rodgers, Tielemans Watkins 2 í síðasta leik vaknaði þessi gæðir alltaf er að koma í enska landslið Rodgers og Watkins Það var geðvið slútt hjá Watkins Já, já. síðsleik Og þarf ég að fá frá ykkur, strákar Ég þarf að fá Mækari Komdu með eitt bet Gerum eitt bet-bildir saman hérna Bara östutt Bara í beinni Bara því miður vinnur Arsenal leik Já, hvað ætlar þá að setja? Bet-bildirinn okkar Hvað, Þú erum að gera 4 manna bet-bildir Arsenal vinni Arsenal vinni Ok, fyrir með bet-bildir Arsenal vinnur Bolli Já, fer maður ekki ránstöðunar? Nei, ég ætla að fara í Já, verður stór. Á, ég vera stór Verður stór. Yfir 2,5 ránstöður í þessu leik Og við byrjum líka, ég held að bara komið ránstöða bara fyrstu 5 mínútum Yfir 2,5 ránstöðu Hvað far maður í stöðulega þetta? Býtu, við erum ekkert búnir Þannig Nafli Merino er að fara að setja hann. Merino skorar anytime Nei, hann skor ekki Sá gæði fyrir rosalega töðanum mér, Merino Það er eitthvað óþólundið hann Já, hann er satt að fara að skora. Já, já Í þessu leik? Já. Nei, ég held ekki Já, sem. Sjáum til Ég sé Þetta er þinn þáttur, þú máttur á með. Það sem ég er að gera, núna ég er að hugsa Það sem ég ætla að segja Seinni hálfleikur yfir 1,5 mörg Hvað fáum við hana? Vá 10 Herðu, slétt Strákar, Maradona ég er ótrúlegir. 10 10 Maradona. Maradona Þetta er Þetta er Maradona-seðlinn Þetta er bingo Það Maradona er 10 Maradona-seðillinn. 10 Já. Þessi getum við bóðið fólki að elda hennan eða ekki? Jú, allt klart Þetta er geggja, þessi er geggja Bingo Maradona 10 Sko, hvernig fyrir þessi leikur samt? 0-2 0-2 Því miður Ég held að Martínez sé ekki með hjá Aston Villa Hann er með. Hann er með Er hann með? Já, hann er í markinu. Það var í markinu Það var að tala um aðra tæpur okay. Herru, ég ætla að segja að þessi leikur fari 2-2 Ég held að vera 2-3 fyrir Arsenal. Markaleikur. Ég held nefnilega að það fari 2-1 Aston Villa Já, það er geðvögt Þú hata náttúrulega Arsenal Já, ég bara er ekki vel við þá, ég hati engan svo Ég hata að teta eða meira en klúbbin sko. Herðu strákar, það er verið að biðja um það naska Það er verið að biðja um það naska og ég get sagt ykkur með góða fréttir fyrir það naska þess að naski verður Championship-deildi núna 12:30 Við förum í Championship-deildina strákar sem er 12:30 pjúrista leikir Svo ætla líka að minna menn á önnur umferð í FA Cup núna Já. Það er loka, nú er að fara dætt í 3. umferð fyrir að draga í henni En Mike, nú er ég að segja fréttir. Já Það er hérna í næsta lögadag. Þá vorum við að sjálfsögðu hér. Hvað heldur að þessi Muppet sé að fara að gera? Ætlar að skrópa í þáttinn? Nei Og hvað finnst þér um það? Alltaf sama Hvað finnst mér um það? Það er Kristaníuferð Það er bara, ég er að fara austur það fer bara Já, það er alltaf eitthvað ferð Hvað er hann að fara? Hann og frúin Ég er að fara smá með frúni Frokost og Kristaníu Býtu það að vinna? Já, ég get alveg þólað hérna Það er alltaf gamli skólinn, gamli skólinn. Það er bara með koni mánudag til þriðjudag Það var nú plan Þarf alltaf að vera helgi Nei, það er rétt En strákar, ég Þú ert að vinna helgi Ég vil strax byrja að sakna mín, maður heyri það Þetta er eins og að fara frá börnunum sínu, sko. Það er öskra á greinja Heyrðu, Charlton, Portsmouth sendi örstuttan það naska og takk ég eftir þessu farið Charlton, Portsmouth, bæðilið skora Getur þú farið það, bæðilið skora Charlton á móti Portsmouth Bæðilið skora Svona tvölega sem hann er þykir væntum Já, fyrir mig næsta að þetta er svona deil sem að líka ég stúdera Já Watford, Norwich, Watford eiga bara vinnanleik Það er bara Watford vinnur okay. Derby County Leeds, hann er í yfirspjöld Leicester Nei, Derby County Leicester er í yfirspjöld 2,5 Og hvað hefur þið fyrir þér í spjöldunum þannig? Er þetta tvölið sem haldur að geta unni hvort annað? Er það vitlaus? Leicester sko kemur tilbaka þetta næstu því að móti Sheffield United síðast tapa 2-3, voru 3-0 undir þeir eru bara, þú veist, nú það er bara tæklingar og læti þarna er með 4-68 12-30, kemur inn daginn í róleiðunum Skilur hvað við? Já, Morgunstund gefur gull í mund Þetta fyrir early birds Má ég sjá þetta aftur Þetta fyrir early birds Bæðili skora Charlton Portsmouth Já, Hvað er á bakvið það? 1.89 Nei, hvað er á bakvið það? Sko, þetta eru bæði lið Sem að geta skora mörg Nei, já, sko, ekki nefndilega það heldur er þetta, sko, þetta er eiginlega fyrirfram greiddur fallslagur Fyrirfram greittur fallslag. Þetta er fyrirfram greiddur fallslagur Það er ekki rosalega. Charlton Portsmouth Já, Charlton var bara sagt að það er þetta að fara beint niður Það er 1.89 sko, það er risa Já, stöður það er eitthvað stöðlega á það Ok. En Portsmouth hafa, þeir eru svo sem ekki verið einhverju marka skorarar og hafa ekki skorað í síðustu 2 leikjum en Þeir eru á heimavelli. Já, þeir eru útivelli Og það ákveður skoraður Þeir skora
bara vörnin hjá Charlton er bara ekki, hún er ekki upp á marga fiska. En Watford Norwich, nú ætlum ég að fara í stöðuna í deildinni. Já. Og því að ég treysti þér ekki alveg. Nei, bara í fínulegi. Já. Já, svo sem, já, það verður gaman að geta treysti. Ég get sagt þér okkur er Watford Norwich, okkur er Watford vinnunarleik. Já, útskýrðu það. Ég horfði á Birmingham Watford núna á mándaginn og það var Horfður bara á hann? Já, hann var bara í sjónvarpinu á mándaginn og það er og sem sagt Birmingham þeir voru konur í 2-0 en Watford voru miklu hættilegir. Watford minnka síðan munin hann í seinni hálfleik og hefði alveg bara það jafna hann leik, fannst mér. Og Birmingham er ekkert mynd liðið. Watford er bara stígandi í Watford. Fórstu svo í tölvuna og pantaðir köpenferðina fyrir konuna. Watford er bara einu leik á síðustu 6. Það er eitthvað sem segir mér að þeir taki bara Norwich-lið sem er notabenni. Sem er í næstnæst sæti. Já, eitt samt með Norwich. Norwich er örugglega með besta þjálfaran í deildinni. Jó, samt er í næstnæst sæti. Já, nei, hann var að taka við. Já, ok. Philip Clement sem var með Rangers. Já. Þannig að þeir eru alveg, þú veist, þeir eru alveg klókir. Þeir eru klókir. Já, og þetta er alveg áætta, en það er eitthvað sem segir mér að Watford þú veist, vinnið þetta bara Þetta er bara að byrja núna eftir 22 mínútur. Já, 22 mínútur í það en ég get ekki að sagt þér, ég var alveg að hugsa að ég taka Watford, double chance Watford eða Norwich og því það er alveg freistandi að fara á Norwich með hann Clement við stjórnborðinu og hann er svona aðeins að ná liðinu ég veit það, en svo hugsaði ég bara Watford er bara að fara að vinna. Varst það að hugsa þið allar morgun? Ég hugsaði þetta bara í allar morgun Kíkjum á þetta, herðu það er baráttan brauðið baráttan brauðið er komið það er bara þannig mægari baráttan brauðið 51% hver er það? Já, nei, hýrðu Vaffi Gumsaristurinn 100 eurur á hann þetta er geðveikt erum við ekki búin að gefa allar eurur? Ég held það við erum okkar að gefa 100 eurur í viðbót og öruggan markaskóra venjulega leiktíma á 3 leikina strákar eða hugsið þetta fá 3 leikinu upp já, fáum þá upp það er ég ætla að gera svo frá hversi Erling Haaland skori já, djarfur þar Erling Haaland það er 3 alltaf vertu í áhættunni já Napoli fættistur á Erling Haaland já Bolli það Foden skorar 100% Foden skorar já, ok jú já, síkur ok, sorry reynum að vera aðeins smá svona edgy hvað sagði þér að gæin hér þú sagði að Merino myndi skora það ég varst ekki þú en hver var að segja ég sagði að Merino ég skal koma með það Barry skorar já Barry skorar Antoni fyrir skorar Everton Barry nei hann var ekki að fara að skora venjulegt með Barry ég er sammála með Michael Gareth Barry frekar Barry þannig að 3.80 ég held já að Kolo Muani mun skora fyrir Tottenham Kolo Muani geggja vel gert Mækari vel gert geggja þótti að ég spá 0-2 þetta kann ég að veta hann skorar og þeir tapa 0-2 ég ger þetta fyrir Helmar í lok þáttarins er Grílis heilsu hann skoraði síðasta leik hann skorar aftur eitt viðbót eftir að ekki taka strákar Grílis skorar það er búin að taka já nei, gott að byrja búin að taka þetta já, þetta er vel gert við sleppum bollaði herðu halló lengi já ég var að hugsa herru málið þið heldur bara eitthvað ég var að hugsa við erum TikTok kynnslóðin er Kolo Muani að fara að byrja samt ég tók nú bara eitt að nefna byrjar hann hver? Kolo já hann byrjar heldur það? já sko strákar þetta er geggjað takk fyrir að vera með okkur og var algjörlega sturlað að vera með ykkur frábæð þáttur þú ert ekki næsta þætti sé ykkur ekki næsta þætti þessi verður við stjórnvörðin þá já stórt þið tveir þið hægir ykkur já hvernig ferðu út? hvað heitir aftur hvernig ferðu út? fimmtudaginn já kemur ég á sundaginn það er station bara þannig brauðið heldur áfram og hún var rétt að byrja núna og sjá hvernig það verður eftir fyrstu ertu á hóteli eða Airbnb? hóteli hvað? já hvað veist þú væri? þar fuggla heimili nei ég veit ekki hvað veist ég væri bara göttur? hvað heldur þú að fara til Danmörkur í 3 daga eitthvað Airbnb fara að leita bara að teka ég út að sko það er bara á hótel sko því að hjá mér náttúrulega graðist maður við 50 sem ég þekki þannig ef hann er á hóteli þá veit við erum að fara í janúar ég og Naflin ég er að fara að hitta ætlar að koma? já ég er klár Herðu. ég er ekki grínast ég og löngu komum fram við tíma var að kveðja nú er verið eitthvað að fara að gera við fáum ekki borgað eftir 12 sko það er rétt, Sigur, takk